eins og annarlega þá byrjum við með fréttir dagsins. Hvað? Já, komið sæl, kannski helst náttúrulega að fjárlaga frumvarpið var kynnt í dag og það séð fyrir 89 milljarða halla og Bjarni segir að það sé gott jafnvægi. Stjórnarandstaðan hefur verið í útvarpi og miðlum í dag að segja að það sé ekki nægilega nóg verið að gera til að mæta vanda almennings sem að glíma við verðbólgu og vaxtahækkanir, af því að það er verið að hækka skatta og sérstaklega þá virðisaukaskattana, ekki verið að hækka fjármagnstekjuskatta og þar fram eftir götunum. Já, verið að hækka áfengisgjald og fleira. Enn og aftur, þó að sé ennþá heiminn hátt. Voru ekki með hérna... Við vorum með smá klippu að Bjarni hann var í öllum fréttum í dag. Já. Þessar tölur eru ekkert sérstakt áhyggjuefni, þær eru bara, þetta er allt í rétt átt. Þetta er svona meira mynda það sem hann sagði. Já. Það er svona eitt sem var athyglisvert í þessu sem hann að segja, Bjarni, hann að segja að það lítur miklu betur út miðað við það sem að hans áætlanir sögðu til fyrir svona ári síðan. Já, þannig að hann stendur sér mjög vel á mælikvarða Bjarna Benediktssonar. Já, það var rangt fyrir sér. Já, þau sáu það sama var í COVID, maður þetta COVID. Þá komum við með og tilkynntu alveg gríðarlegan samdrátt, geti verið allt upp í 9-10% samdráttur, svo komum samdrátturinn varð 7% og þá sögðu þeir að það var miklu betra heldur en að ráða fyrir gert, en það var þau sem að gerði ráð fyrir þessu. Er þetta eitthvað svona trikk til að láta þetta lítið betur út? Veit ekki, já, þegar það gerist í annarskipti, þá fer maður að gruna það. Af því að náttúrulega í upphæðu COVID þá var svo mikil óvissa að það er skiljanlegt að menn kannski sendi út svona verstu spá og svo kemur í ljós að ástandið er ekki eins vond og versta spá sem er alltaf lagi, en þú getur ekki samt verið að reykja þér af unni verstu spána sem að þú bjóst til. Það er svolítið fyrirlegt. Já, það er það. En hérna stjórnarandstaðan hefur bent á að það sé núna ætti að vera tekjuöflunar aðgerðir. Með að við bara hvernig Bjarni talar að nú er COVID búið, nú fyrir við að vinna niður hallan og það er engar slíkar aðgerðir og ég held að þau nefni eins og veiðigjöld, jafnvel bankaskatt, vegna þess að víða Evrópu er verið að sitja það sem að kalla vindfólksskattur, það sem að ef það gerist okkur takmörkum tímabil að eitthvað græðir rosalega mikið, eins og orkufyrirtækin í Evrópu er að gera núna út af hækkun og orkuverði, að þá er settur skattur til þess að taka þennan hagnað. Og það má alveg vel færa rök fyrir því að þegar vextirnir hækka svona rosalega mikið, eins og er gert hér, að þá væri eðlilegt að ríkið myndi setja á sérstaka bankaskatt til þess að taka hagnaðinn sem að bankarnir hafa. Þeir eru ekki fyrir þessu, það bara er verið að glíma við einhverja verðbólgu og verðbólga kemur hingað inn sem að bitna rosalega mikið á bæði húsnæðiskaupendum og líklega leigjendum í framhaldinu, að það var eðlilegt að taka þessa peninga og nota þá til þess að lína þjáningar þeirra sem að verða fyrir. En það er ekki svoleiðis. Ekki útgerðin heldur, það fiskverð hækkar mikið, álverð hækkar upp úr öllu valdi í heiminum. Eftir hrun var sett á orkuskattur til þess að ná hagnaði álverana, en það er ekki svoleiðis í þessu hruni. Engin félagsleg hugsun í gangi, það er ekkert verið að taka á þessu. Nei, svo líka, ef þú leitar að því, er gríðarleg aukning á vaxtabótum og vaxtabótakerfið var eiginlega að deyja, en þess að voru svo fáir sem fengu vaxtabætur. Þannig að áður fyrir var það stuðningur svona við megin þorra launafólk sem var að kaupa þessu húsnæði. Nú var þetta orðið þannig að þú þurftir eiginlega að vera bara á allra lægstu tekjunum til þess að fá vaxtabætur. Þannig að það möndur ætla svona miðað við ástandið í heiminum að þá væri verið að gefa rækilega í vaxtabætur og það væri líklega það besta sem að stjórnin geti gert fyrir að verja eftirlauna fólk og öryrkja og allra lægstu fólkið væri að moka út vaxtabótum til þess að hjálpa fólki yfir hann að hjálp. Það er ekki. Það virðast ekki alltaf að gera það einmitt og við erum meira svo undir pari svona kannski með það sem er að gerast í Evrópu og fleiri stöðum. Já, við húsnæðisstuðning. Já, bara og fjárlaga frumvarpið sjálft svona með hvað er að gerast í Evrópu, þeir eru setja sérstaklega hvalrekaskatta og allt það, en við ætlum ekki að gera það. Nei, þetta er ekki svona í takt við það sem er að gera það. Það er hækka áfengisgjaldið, mér finnst það svona merki að þeim dettur ekkert í hug. Já, nei. Það kom upp í 25 milljarða. Ég veit ekki hvað er veiðigjöldin. Einhverju 100 milljarða. Nei, það er, ég held að séu bara 6 eða 7 eða eitthvað. Nú, já, ok, já. Þeir sem að kaupa áfengi borga miklu meira til ríkisins og ég var nú eins og formaður S.A.A. og þá kynnti ég mér þessi mál og alls það sem skoðar það sem er rannsaka hverju kaupa áfengi að þá kemur það í ljós eins og í mörgu öðru að 20% af fólkinu
kaupir 80% af magninu. Þannig að 20 milljarðar af þessu það sem að ofneytendur á áfengi og alkohólistar eru að kaupa. Þannig að ef við skiptum því bara í tvennt þá eru 10 milljarðar sem alkohólistar borga út af sjúkdómi sínum inn í ríkiskassan sem meira heldur útgerðir borgar og svo hitt 10 milljarðar sem að ofneytendur, svona ungherrar eins og þú sem að drekka mikið og svona valda skaða í samfélaginu, gera fullir og valda slysum og allt þetta. Það ekki bara alkohólistar sem að valda því. Nei. En þetta fyrst og fremst skattur á það fólk. Verið að sérstaklega taka af þeim. Já, og þau fá ekki í staðinn. Ég held að það sé verið að henda einhverjum 1200 milljónum eitthvað í SVA. Ég man ekki alveg upp að hennar núna, hún var það fyrir nokkrum árum. Þannig að þetta hópur sem að borga rosalega mikið inn og þau ríkisstjórnin dettur í huga að auka það, en þeim dettur ekki í huga að taka skatt af þeim sem eru að hagnast á bólunni. Einmitt, og sérstaklega þegar hagnarinn svona gríðarlega mikill, það það bara furðulegt. Svo rannur frétt að þið voru á sölunum Íslandsbanka, að það er gert þar fyrir Íslandsbanki verður að fullu seldur næsta ári, sem er á skjön við það sem að VFG félagar sögðu þegar komið ljós hverju keyptu þannig í vor, eða síðla vetrar líklega, réttar að segja, að þá sagði VFG það verður bara, sala Íslandsbanka verður að hold út þetta kjörtímabil. En Bjarni ekki samanlega því. Og það var bara ganga áfram. Ef að fjárlaga frumvarpi ræður, sem það gerir oft. Er búið að tilkynna hvort þetta er að vera lokað útboð eins og síðast eða eitthvað. Það kemur í ljós. Nei, það er ekki í frumvarpinu, sko. Nei, einmitt. Herðu, en við ætlum að ræða meira fjárlagafrumvarp á morgun, við ætlum að tala við stjórnarnefndina á morgun, við ætlum að tala við fólk úr heilbrigðiskerfinu hinn daginn, þannig að við ætlum svona aðeins að fjalla fjárlagafrumvarpi á næstu dögum. Það kemur í ljós. Og svo er smá uppfærsla stöðu Sælakots sem við aðeins fjallaðum hérna. Reykjavíkurborg hefur ákveðið að fara í ytra matarstarfseminni, skoða reglur í kringum margrislunar og svona. Þetta kemur náttúrulega í kjölfarið af því að eigendur Sælakots hafa greiddu sér út eitthvað 50 milljónir í hagnað á 2020. Og foreldrar og fyrirverandi starfsmenn og fleiri hafa skrifað þetta. Það komi hérna meðal annars fyrirverandi starfsmaður og móðir, kom hingað í viðtal til okkar og sögðu okkur frá þessu ástandi. Það er 50 milljónir í arð árið 2020 og sama tíma hefur leikskólastarfi verið að líða fyrir fjárskort. Það er alveg frekar ljótt og það eru ásakanir kynferðisbrot og fleira, þannig að þetta er eitthvað að koma í ljós. Já, fyrir rannsókn. Þetta eru heimi? Já, náttúrulega Rússland og Úkraína stríðið, Úkraína virðist ganga vel í stórsótt sinni og ysta hægrið í Rússlandi er farið að harðlega gagnrýna Pútín og hernaðaryfirvöld, hvað þau hafa nú staðið sér illa og þar fremur á götunum og gagnrýnum virðist vera helst að þau hafa ekki verið nóg, þau gagnrýna Rússland fyrir að hafa ekki verið ekki nóg áköf í árásinni, þannig að það var líka kosið í Svíþjóð. Kosið í Svíþjóð og hægrið að vinna stórsigur eða hvað. Það er ég held að við séum með mynd af Jimmy Åkesson sem er sigurvegari kosningana. Hann er glaður. Já. Það er ekki allir glaðir að hann sé glaður. Þeir eru að fá 20% styrki og bæta mest við sig allra flokka og er líklega ástæðan fyrir því að hægri blokkin vann kosningarnar, vann ekki. Það er einhver vandræði með voru gerðar athugasemdir við kosningarnar í Svíþjóð, þannig að nú er þú var þannig þegar þú kaust, það fórst og tókst sósíaldemókrata kjörseðil, þú ætlar að kjósa þá, fórst með inn, þannig að sá allir hvað ætlar að kjósa. Þannig að nú mátt ekki sjá það, þannig að það voru nokkar biðræðir og eitthvað flóknar að telja, þannig að þetta er ekki alveg komið í ljós. Það munar bara einu manni á vinstri blokkinni og hægri blokkinni. Og núna eru þeir byrjað að ræða saman, hann og Úlf sem er formaður Moderatana. Það er nú deilt það, það er stundum sagt að þetta sé svona sjálfstæðisflokkurinn í Svíþjóð. En málið er að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í svona pólitísku bandalagi með Svíþjóðdemókrötum, þannig að þetta er svona sikkvor armurinn af sjálfstæðisflokkurinn sem er þarna, annars er svona eins og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að þróast og svo hins vegar svona klassíski hægriflokkur. Þeir eru að tala saman í dag. Það er ekki víst að þeir nái saman. Kannski verður það þannig að Moderatana gerir það sama og Anders Fogh Rasmussen gerði á sínum tíma þegar hann tók danska þjóðarflokkinn inn og lét hann styðja ríkisstjórn sína sem hafði gríðarleg áhrif í Danmörku.
Það sem að var þessi harða útlendingastefna og hvað fleira, varð allt í einu stofuhæf. Og ég bara get sagt það svona persónulega þegar ég kom til Danmerkur eftir það, ég var í sjokki eftir því hvernig að hlusta á hvernig fólk talaði. Allt í einu hafði bara breyst algjörlega hvernig máttu tala hluti, hvernig máttu tala útlendinga og það var bara ótrúlegar afleiðingar sem þessi ákvörðun hafði að vinna með danska þjóðarflokknum og það ástæðan fyrir því að flestir hægriflokkarnir hafa neitað að vinna með Svíþjóðardemókrötum að þeir vita hver áhrifin Nú bara staðan þannig að ef þeir ætla að halda völdum, þá verður að fara og taka upp þessa stefnu. Það eina leiðin fyrir hægrið og raunverulega það sama gerast í Svíþjóð og hefur gerst í Bandaríkjunum, þar sem svona tepóshreyfing eða trumpistar ná fyrst hægrinu og ná svo landinu. Og við höfum eftir að breytist einhvern veginn og þessi overtone gluggi þannig að verður svona normalæs að tala svona. Og við tölum Ítalíu eftir og þá mun það koma í ljós að þetta náttúrulega búið að gerast í Ítalíu. Þetta gerast í Frakklandi. Þar gömlu gólistarnir bara í baksætinu hjá Le Pen. Þetta bara að gerast í hvaða landi og fætur öðru. Þannig að þetta stóra breytingi sem við erum að lifa. Það smá möguleiki á að moderatarnir fari í þennan leiðangur, reyna að mynda hægri stjórn, en tegi sér svo yfir í til sósíaldemókratana og það verði svona miðjustjórn, gamla, eiginlega sama stjórn á Íslandi. Það svona gamla fjórflokkurinn, takið sér saman að halda völdum, en það bara of erfitt að svara pólitískum kröfunum sem kom upp úr kjörkassunum. Já, maður vonar að það verði frekar en að þið fara að vinna með bara Svíarnir finna út úr þessu en það gæti verið að þeir eru ekki að flýta sér yfir því stjórnarmynduna viðræðum og gæti verið að þetta væri svona fram að jólum hvort þetta yrði já, ég held að margt þetta gerast. Svo var annað sem búið að gerast í dag og í gær kannski að það hafa verið mjög sterk viðbrögð við því sem að Sólveig Anna sagði að það veri ólíklegt að Efling sé að fara að setja sérstaka áherslu á að tryggja íslensku kennslu á vinnutíma fyrir starfsfólk og við erum með smá búta úr útvarpinu frá hvað hún sagði. Þetta að mínu viti einhvers konar skilaboð úr fílabeinsturni og ég dragi ekki efa að meiningin bakvið sé góð ef að valdastéttin og þau sem að tilheyra mennta elítunni hafa raunverulegar áhyggjur af stöðu íslenskar tungu, þá ætti náttúrulega fókusin að vera á það. Hér þyrfti fólk ekki að þvæla sér út til þess að geta tryggt sér bara grundvallar hluti eins og húsnæði. Já, þannig að þetta er það sem hún sagði sem er búið að vekja alveg gríðarlega mikil viðbrögð hjá svona ýmsum keimum samfélagsins á samfélagsmiðlum. Ég fatt ekki alveg hvað máli snýst kannski er það þannig að Sólveig Anna megi ekki segja neitt og þess að bara fólk trillist. Nei, mitt, það virðist vera af því að þetta er bara frekar hún færi góð rök fyrir máli sinu, finnst mér. Ég held reyndar að þetta sé svolítið, við höfum að finna svona leið til að fjalla þetta, vegna þess að einhver leiti fjallar þetta svo viðbrögðin það hefur verið svona sérfræðingastétt sem hefur svona stjórnað umræðinni og sótt umboð sitt svolítið í því að tala fyrir hönd þeirra sem standa veikt, tekjulegsta fólksins, öryrkja, eftirlauna fólks, láglauna fólks, verkalýðsins. Svo kemur Sólveig Anna og hún neitar þessu. Þannig að verkalýðurinn tekur sjálf, skilgreinir sjálf hverju kröfur þess að vera og svarar því þarna, það kemur tillaga frá honum Eiríki, prófessor emeritus, sem er bara fín tillaga að kenna íslensku í vinnutímanum, allir til því. En hann segir að verkalýðshreyfingin eigi að taka þetta upp. Og hún segir bara, nei, við erum ekki að gera það. Við erum að sitja við kröfugerðunum okkar og við, í Eflingu, félagarnir verkafólkið, ætlum að vera með aðra kröfur. Og þá bara springur allt eins og að þrællin megi ekki segja þetta. Já. Hann er bara að beygja sig undir það að séu aðrir sem megi að tala fyrir hans hönd. Það virðist vera skilaboðin eiginlega, Maður reynir aðeins að rökra við fólk og svona, en maður næri ekkert einhverjum árangri í því, finnst mér. Nei, það er yfirleitt mjög árangurslítið að ætla að láta fólk skipta skoðun. Já, en þetta var fréttað yfirleitt í dag. Já. En ég ætla að fá að koma með okurfréttir. Já, endilega.